komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu í aðkallandi umræðu málana eiginlega sem svona okkar umhverfi og okkar framtíð. Ég fengi til mín mikið sérfræðing, prófessor emerita sem þýðir að það prófessor sem ekki lengur á störfum innan Háskóla Íslands en enga síður mjög aktív og mikið að störfum í svona, má ég segja, okkar þágu. Það Kristín Vala Ragnarsdóttir, sérfræðingur í sjálfbærni og þú, prófessor emerita í jarðvísindadeild Háskóla Íslands. Já, einmitt, já. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma og að því, ég sá að það var þarna dálítið áhugaverð ráðstefna hafið. Já, einmitt núna risastór alþjóðleg ráðstefna í Nice í Frakklandi málefni hafsins og það sem hefur vakið athygli mína að það voru engar fréttur þessa ráðstefnu fyrir í 10 fréttunum í gærkvöldi á RÚV. Þannig að eitthvað þetta ekki í brennidepli hjá þeim sem að sjá fréttaflutning á Íslandi. Nei. En þetta mjög mikilvæg ráðstefna vegna þess að við höfum bara hreinlega verið að nota hafið sem ruslakistu og það náttúrulega fullt af plasti sem svo í fiskinum sem við erum að borða og það verið að ofveiða fiskinn, það byrja 80% af fiskistofnum ofveiddir og það verið ennþá að nota botnvörpur og skrapa upp fiskinn á botninum og eyðileggja þar allt vistkerfið í leiðinni og þarna eru víst alls konar vinnustofur og mér skilst að þarna séu allavega fulltrúir utanríkisráðuneytisins en ég veit ekki hvort að það sé líka þarna hópur frá Hafró og ég vona það. Já. Og við kannski fáum að heyra því seinna í vikunni. Þetta svolítið erfitt að keppa við fréttirnar frá Los Angeles og þegar pólitíkin svona, það svo mikið frétt í pólitíkinni að þá alltaf hætt við allumis mér skilst nú að það sé verið að blása það voðalega mikið upp. Þetta sé ekki þetta pínulítið svæði sem einhverjar óeirðir og þetta ekki svona eins mikið mála eins og forseti landsins vil gera úr því. Nei, okay. Allavega ég hitti í gær fólk sem frá Los Angeles sem hafi verið að tala við heimamenn og sögðu að þetta væri algjörlega blásið út úr öllum hlutföllum sem að þetta væri í rauninni. Þannig að raunverulega það honum í hag að fá mikla fréttir af sem sagt mjög aggressívri framkomu, það bara jákvætt fyrir Bandaríkjastjórn. Já, forsetinn vill náttúrulega fá einhverja plúspunta fyrir að hafa komið þarna til aðstóðar en hann gerir það í óþágu ríkisstjórans sem er nokkuð sérstakt. Að því að ríkin í Bandaríkjunum hafa mikið sjálfstæði. En nú svo við leifum nú ekki þeirri pólitíka að skikja á, þá samt má segja að þetta kannski, það eru svo miklar tengingar á milli pólitíkur og umhverfisverndar og umhverfismálana allra og þannig að það ákveðin hugsanavilla að það sé eitthvað sem við getum rætt bara á sunnudugum eða tyllidugum hreina náttúru og náttúruvernd og loftslagsmál en það ekki svolítið svona virðist vera sem að það sé sett í annað sæti einhvern veginn eða rustflokk jafnvel. Náttúruverndin lendir aldrei ofan á, það yfirleitt efnahagsmálin sem að lenda ofan á og það gleymir náttúrunni. En eins og framkom í stóri skýrslu sem kom út árið 2091 og var skrifað af hagfræðingnum Das Gupta í Cambridge og þá erum við algjörlega háð náttúrunni fyrir efnahagskerfið okkar og það ekki þar með að engir hafa sagt það áður en það var tekið eftir því að þetta mjög virtur hagfræðingur í Bretlandi. Og það var annar hagfræðingur Stern sem skrifaði skýrslu árið 2006 loftslagsmál og þeirri skýrslu var líka stungið undir stól. En hann sagði það að ef ekkert gert núna í sambandi við loftslagsbreytingar að þá kemur þetta til með að kosta okkur
meira heldur en bæði stríðin á 20. öld og líka fall fjármálakerfisins í kringum 1930. Þannig að en það var ekki hlustað og það lítið verið að hlusta á Das Gupta nema nú búið að skrifa undir alþjóðasamning að vernda lífríkið á landi og í hafi og lönd hafa skrifað undir og þar með Íslands að vernda 30% af hafinu í kringum þeirra lönd og þetta skrifaði Ísland undir árið 2023 en það hefur ennþá ekki verið staðfest. Nei. Og það voru vist rúmlega 120 ríki sem skrifuðu þarna undir. Þetta var ráðstefna sem var haldin í Montreal í Kanada og þar að veru núna 49 búin að skrifa undir og þar af 18 þessara ráðstefnu í Nice en ekki ennþá komin undirskrift frá Íslandi. Þráttur að við hafið sé svona mikilvægt fyrir okkar líf í landinu og í rauninu okkar hagkerfi líka. En sko áðurum fyrir aðeins kannski nálgumst hafið eða hendum okkur á djúpið að þá langaði mig að spyrja einmitt þessi tengsl. Sko það ekki alveg tilviljunarkennt að við tölum Bandaríkin í þessu samhengi að því Íslendingar fylgja nú svolítið Bandaríkjunum í varnarmálum en ætli sko eru Íslendingar ekki aðeins sjálfstæðri þegar kemur að loftslagsmálum og náttúruvernd heldur en sko en í varnarmálunum þar að segja verið að draga lappirnar að því að náttúrulega Bandaríkja forseti og stjórn hefur virkilega gefið skít í náttúruvernd. Mjög sterk umhverfislög í sambandi við hafið í Bandaríkjunum. Til dæmis eru hvalveiðar þar bannaðar og bandaríska sendiráði hefur verið að halda námskeið fyrir náttúruverndarsamtök að sækja sér fé til þess til dæmis að vinna gegn hvalveiðum. Þannig og það er í lögum í Bandaríkjunum. Þannig að þar eru við ekki að fylgja Bandaríkjunum. Við erum alltaf með einhverja sérhagsmuni eins og fram kom nýlega þegar fólk fór að horfa á nýjustu mynd David Attenborough sem ég hef vísu ekki séð en þar verið að tala botnveiðar Íslendinga meðal annars og þá skrifaði einhver fyrrverandi alþingismaður færslu á Facebook sem einhver benti mér á og sagði hvenær ætlum við að hætta þessum sérhagsmunum hvenær ætlum við að hlusta á þá sem að berjast fyrir náttúruvernd og sérhagsmunir í útgerðarmanna á Íslandi eru náttúrulega gífurlegir eins og fram hefur komið undanfarna vikur og mánuði. Já. Og það bitnar ekki bara á almenningi, má segja, ef hagfræðilega séð, má reikna það út að það bitni beinlínis á almenningi og á samfélögum út á landi og okkar samfélögum, en það er líka kannski ekki síst bitnar þá á náttúrunni og á hafinu. Já, þessi sérhagsmuna gæsla. Já, það er bæði í sambandi við fiskveiðar og líka í sambandi við laxeldi í fjörðum. Meðal annars verið að reyna að tróða laxeldi upp á Seyðfirðinga sem alls ekki vilja það og sem er algjörlega á móti þeim sáttmálum sem við höfum skrifað undir í sambandi við Evrópusambinu er að almenningur komi að ákvarðanatöku. Já. Þannig að þar er verið að fara og ská við það. Já. Kallað árásasáttmálinn. Einmitt. En svo voru að koma ógvælega fréttir núna í vikunni í sambandi við súrnun sjávar. Árið 2009 voru það alþjóðlegi sérfræðingar, 29 manns sem að komu saman í Stokkólmi og tilgreindu 9 mörk jarðarinnar.
það sem sagt loftslagsbreytingar, það landnýting, það vatnsnýting, það líf á landi og líf í hafi og notkun áburðar og öragnir í andrúmsloftinu og óson í stratosferinni. Ég man nú ekki hvað heitir á íslensku. Er þetta svona eins og þolmörk? Já, þolmörk jarðarinnar. Og við erum núna komin yfir þolmörk jarðarinnar í sambandi við súrnun sjávar. Já. Það er alveg ný grein sem var gefin út núna í byrjun vikunar. Þannig virkilega slæm tíðindi. Mjög slæm tíðindi vegna þess að eins og að þá fellur kalk út í hafinu og tekur upp það bil helmingina því kolefni úr andrúmsloftinu sem tekið upp af jörðinni árlega. Hitt er á landi, ljóstillífun lífur þar, en í hafinu eru það aðalega kalk, dýr sem að búa sér til kalkskel eins og kórallar og sniglar og skeljar og þörungar sem eru núna með súrnun sjávar að þá er erfiðara fyrir þessi þá minnkar mettunarmörkin þannig að þessar skeljar og þessi húð getur ekki myndast. Getur nokkuð, að því þú kennir maður nokkuð réttu pönd, kannski einhver hlustandi eða álandi, getur nokkuð rifjað upp bara hvað er aftur súrnun sjávar, eða hvernig hún skilgreind? Súrnun sjávar er þannig að við erum með koltvísýring í andrúmsloftinu og því meiri koltvísýringur sem er í andrúmsloftinu, því meira af koltvísýringi leysist upp í vatninu. Og við það að þá myndast jón sem heitir bikarbonat og karbonat sem er þá, við förum frá því að vera með CO2 gas í andrúmsloftinu yfir því að vera með uppleysta jón sem er CO3 2 mínus og CO3 H 1 mínus og síðan er þetta balanserað út með vetni sem hefur sem er með pluss hleðslu í vatn upp á móti þessari negatífu karbonat jón og því meira karbonati sem að leysast upp í vatninu því meira af vetnisjónum eru í vatninu og þá verður sýrustigið lægra því meira af H+ í vatninu því meira hærra sýrustig sem við köllum pH í efnafræðinni. Já, sem að fólk bara þekkir náttúrulega. Já, þannig að því meira CO2 í andrúmsloftinu því lægra er sýrustigið í hafinu og þá geta þessar skeljar ekki myndað sitt kalk. Og þar með getur þá minnkar sem sagt upptaka hafsins á kalki og þá erum við í vondum málum með að minnka koltvísýringin í andrúmsloftinu. Við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að blása minna út. En svo þurfum við líka að styðja við það að koltvísýringur sé tekin upp á plöntum með því að þurrka upp votlendi og planta trjám og líka að aðstoða við það að þessi kalkskeldýr í hafinu geti mynda sína skel. Þetta eru bara
sem sé mjög slæmar fréttir slæmar súrnun fréttir. jarðar og þá eiginlega bara maður sé fyrir sig bara eitthvað svona mitt vísinda fólk með svona mælitæki. Þannig erum við bara komin, þetta einhvern veginn jafnvægið alveg virkilega komið á það lítið stig, eða þetta komið úr synki hjá okkur. Og það var talað að við værum á leiðinni þangað fyrir meir en 10-15 árum en svo hefur við alltaf verið svona aðeins undir, þetta allt í lagi, það bara svona einhver smá svæði þar sem að kórallar eru að ströggla við að mynda sína skeljar en núna erum við komin á víðum svæðum þangað og þar að meðal hér á norðurslóðum. Wow. Og það var sérstaklega í þessari grein sem ég var að skoða núna áður en ég kom talað kóralla og svo ákveðna snigla sem að fljóta í hafinu sem eru mikilvægi fyrir fæðukeðjuna og svo líka skeljar við strendur. Þannig að ástandið ekki gott einmitt. Nei, þetta hefur mikil áhrif hér. En hvað getur þetta haft, nú hefur þetta, maður skilur að þetta hafi gríðarlega áhrif í þessu stærsta samhenginu þarna, bara sem sagt loftslægið á jörðinni og auðvitað og hefur það áhrif síðan á allt. En gerum við okkur alveg svona grein fyrir hvaða áhrif, það ekki alltaf svolítið fjarlægt fyrir okkur að hugsa hvaða áhrif það hefur á okkur, þessar loftslagsbreytingar, en getum við séð til dæmis hvaða áhrif svona ákveðin mengun eða getum við séð fyrir okkur hvað þetta hefur til dæmis á fæðuöflun okkar eða bara á svona fæðubúskap og vassbúskap og þannig. Já, ef við náttúrulega truflum fæðukeðju hafsins að það getur haft mikil áhrif á bara búskapinn í hafinu og þar með fiskin okkar sem að við viljum veiða. En svo var líka verið að ræða það bara núna í morgun, það önnur grein sem ekki komin út en var verið að fjalla að þessi stóra hitasveifla sem var hér í maí, sem var mjög óvenjuleg, það var satt einhver hæð yfir Færeyjum og færði þetta heita loft til norðurs og það var sérstaklega hlýtt á Íslandi, hlýjar en nokkru sinnum. Og síðan líka yfir á Grænlandi og þar var talað að ísinn hefði bránað þessum tíma því þar á þessum tíma meðalhitinn undir 1 gráðu en fór alveg upp í 12-13 gráður að ísinn hefði verið að bráðna 17 sinnum fast hraðar heldur en venjulega. Wow. Þannig að við erum að hafa gífurlega með öllum þessum hita sem að við erum og þessari orku sem við erum búin að setja inn í andrúmsloftið því meiri koltvísingur í andrúmsloftinu því meiri hiti þetta svona þessi gróðurhús lofthögun sem að við erum að tala að þá ef við förum að bræða jöklana miklu hraðar þá náttúrulega eru strandsvæði í vondum málum að því að sjávarborð hækkar. En svo það hin þolmörki líka þetta var eitt, það var súrnun jarðar og svo það bara súrnun hafsins, já meina ég en svo það öll hin þolmörki sem eru líka líklega við erum komin yfir 7 af 9. Eitt hefur ekki nákvæmlega verið reiknað út og það í sambandi við öragnir í andrúmsloftinu. Við bara vitum það að þegar að COVID skall á og fólk var ekki að ferðast að það eina skiptið sem að koltvísýringur hefur lækkað í andrúmsloftinu og líka þessar öragnir og þá hitnaði mjög mikið út af því að öragnirnar að þær hjálpa til við að varpa hluta af hitanum aftur út frá jörðinni og þannig að það ekki ennþá búið að skilgreina það en hitt óson sem við erum ekki farið yfir og þar var gerður samningur í Montreal líka eins og ég var að tala áðan en það var árið 1986 að hætta að nota ákveðin mengunarefni til þess að við myndum ekki eyðileggja ósonið
í stratosféruna því að það mjög mikilvægt til þess að minnka út fjólubláa geislun sem nær til jarðarinnar. Ég man eftir þessu bara þegar ég var unglíkur þá var hægt, þá var líklega verið þessi undirrituð þessa samning og það hafði beinlínis áhrif þá á þess að svona brúsa, hársprey. Já, og líka kælivökvinn í ískápum og fleira en maður fór að spyrja sig, þú veist, þarf maður að nota hairspray? Já. En þá var þetta svona, það komu alltaf svona eitthvað, það var eitthvað eitt og eitt, ósonlagið og súrnun sjávar, þetta eru svona hugtök sem margir kannast við og svo eru einhverja aðgerðir sem þá kannski fólk oft mjög viljugt að taka þátt í, svona almenningur má segja, það ekki, svona bara viljugt að taka og til dæmis með plastpokana að banna plastpoka og svo einhvern veginn verður nú eitthvað lítið úr því og svo eru bara allir samt alltaf að kaupa plastpoka og svona, svo þetta svolítið margt, þannig að maður einhvern veginn hugsa með sér, hvað nú einhverju sérfræðingar sem geta það bara hjálpa okkur og leiðbent okkur og leiðbentli með stjórnvöldum það, hvað það sem skiptir mestu máli að gera núna, þú veist, hvað forgangsröðunin og hvað verkilega, ef ástandið svona við erum komin yfir þessi 7 þolmörk nú þegar og við vitum að þetta hefur beinlínis áhrif á heilsu okkar, ekki, þetta má segja þetta hlýtur að vera. Við erum náttúrulega hluti af þessu vistkerfi jarðar og ef að vistkerfin eru öll að hnigna og þessi ákveðnu prósessar sem eru innan hvers þolmarks að þá hefur það náttúrulega gífurlega áhrif á okkur. En pólitíkin vill bara tala um hagvöxt. Já. Og ég fór til dæmis á ráðstefnu upp í Háskóla Íslands í síðastliðnu viku og var fyrir miklu vonbrigðum þar að því þar var við að ræða um 8. heimsmarkmiði sem er akkurat hagvöxt og þar voru prófessorar og hagfræði og sérstaklega einn sem að flutti þar fyrirlestur hvort að við gætum haldið það fram að vera með hagvöxt og hún hélt nú það og svo var annar kolleginar sem að studdi það. En því meiri hagvöxtur algjörlega byggður upp á nýting okkur á náttúrunni á auðlundum jarðar. Já. Þannig að og neyslu. Og sem sagt við gröfum upp efni og umbreytum þeim í eitthvað sem að við síðan kaupum og hendum og förum ekki nógu vel með og þetta ekki hægt til lengdar. Ég klára að skrifa bók með Ásgeiri Brynjari Torfasyni akkurat það, hagkerfið sem eyðileggur ekki jörðina því að núverandi hagkerfið, þetta markast hagkerfið sem við búum í núna, það algjörlega að ganga frá jörðin okkar. Og þetta gengur ekki og ég stóð bara upp og spurði býtur við að ætlum að vera með hagvöxt fram í framtíðina þá eigum við, það eiga börnin okkar og barnaböndin enga jörð til að búa á þá erum við bara búin að eyðileggja heimilega okkar og það kom svona fátafólk þannig að fólk vill ekki heyra það en við þurfum að endurskoða algjörlega hvernig við búum og lifum. En við erum náttúrulega, ég held að bara flestir sem að búa í Íslandi til dæmis og hlusta fréttir í gegnum svona í síðustu, er það 20-30, hversu mörg ár eru hljóta að vera hálf heilaþvegnir af þessu orði hagvöxt, umræður hagvöxt. Já, en svo skilja þessur ekki hvað það er. Nei, ég ætla bara alltaf að spyrja þið það, sko. Maður hefur nú nokkur sem beðið fólk að útskýra það og reynt að skilja það. En einhvern veginn skilst manni samt að hagvöxtur sé einmitt það sé mjög hættulegt að líta á hagvöxt bara á afmarkaðan hátt. Já, sko, hagvöxtur þýðir það að það fer meira fé í gegnum hagkerfið á hverju ári. Þannig og þetta eru sem sagt tölur sem að byggjast á neyslu og ef að það er hagvöxtur þá erum við að neyta meira. Og þegar það hagvöxtur þá erum við að nota meira af auðlundum jarðar. Þannig að það sem að jörðin bara svona ein lítil jörð og takmörkuð, þá ekki til endalausar auðlindir. Og ég gerði nú greining á því fyrir rúmum 10 árum
bara, já, yfir 40 málmar og efni sem að við erum að vinna á jörðinni, hvað það myndi endast lengi og við erum komin yfir hámarksframleiðslu nokkura og við erum að komast að hámarksframleiðslu flestra bara einhver tíman í kringu 2030 og 2050 þannig að við getum ekki haldið svona áfram. En svo var ég að lesa grein nýlega sem líka fjallað í bókin okkar þar sem að því var spáð að hagvöxturinn myndi tvöfaldast frá því árið 2023 til 2035. Það þýðir að við tvöföldum neysluna og þegar það verður tvöföldun á nýtingunni þá erum við að nota meira heldur við gert alveg bara síðan við byrjuðum á allri iðnaðarframleiðslu. Já, búna á náttúruauðlindum. Já, og þá er það bara búnar. Já. Hver er að pæla í þessu? Allt og fáir. Og svo var líka forsætisráðherra var á þessum fundi sem ég var á. Já. Og hún var spurð af hverju að loftslagsmálin var ekki meira í brennidepli hjá ríkisstjórninni. Og hún sagði, já, ég er bara búin að fara í kringum landið og fólk hefur áhyggjur af öðru og ef maður talar loftslagsmála þá missir fólk bara áhugann. Við verðum að vinna að því að bæta hag fólks og húsnæði og fæða klæði og allt þetta. En ef við svo gleymum en svo getum við líka verið að vinna í loftslagsmálunum en við bara sittum það ekki brennidepil. Já. Það er alltaf einhver svona skekkja líka alltaf fyrir kosningar og annað þegar þetta afmarkað, þegar þetta svona eins og aðskilið sko, annars vegar hagvöxt, talur hagvöxtin og hagsæld raunverulega og jöfnuð og húsnæði og afkomu bara fólks að það er algjörlega slitið úr tengslum við einhvern flokk sem heitir þá loftslagsmál, náttúruvernd sem er þá bara eins og einhver hobby menntaelítunar og einhverja sérfræðinga sem sko, vegna þess að þessi eini stuðull hagvöxtur er alltaf í brennidepli þá er margt annað sem gleymist og ég hef verið að vinna með alþjóðlegum sérfræðingum í því sem að kallast núna á Íslandi velsæld eða well-being economy að setja fókusin á annað heldur en bara að framleiðsla aukist og að því að það mælir ekkert velsæld fólks þetta sé hagvöxtur og fara ekki í landinu. Það er margt annað sem skiptir máli og þá voru settir í fyrrverandi ríkisstjórn 39 vísar sem að þar var hagvöxtur einn þeirra en það var þá 38 aðrir, svo var einum bætt við, nú eru þeir 40 en bæði sérfræðingur frá Hagstofunni og hagfræðiprófessornir sem voru þarna sögðu að það væri svo erfitt að nota þessa vísa því þeir væru svo margir en þú veist, en hvað er erfitt við að skoða hve mörg börn þurfa á aðstoð að halda vegna þunglyndis hvað er erfitt við það? Er það ekki bara eitthvað sem við eigum að gera til þess að geta bætt samfélagið sem er nú bara einn stöðullinn? Hvað er erfitt við það að skoða hve mörg börn falla út úr skólakerfinu? Er það ekki bara eitthvað sem við eigum að vera að fylgjast með? Þannig ég sé ekkit erfitt við að nýta þessa vísa. Nei. Og svo einu sem að ég verð að segja sem talaði af einhverju viti í þessari umræðu þarna í hátíðasal Háskóla Íslands var Ásgeir Brynjar sem bara benti á það að þessi endalausi hagvöxtur get ekki á sig sagð, það sé margt annað sem við þurfum að huga að. Og ég bara vildi að hagfræðideildin og ráðamenn færu að hugsa sig aðeins og hætta að stinga hausnum í sandinn. Vá, þetta er svolítið svakalegt ef að þetta er einmitt bara svona ákveðin orðin svona krossgátu leikur að tala reikn út hagvöxtinn og og það er kannski bæði úr tengslum við þá alla hinna vísana eða all hinn viðmiðin velsæld og bara ég veit ekki, framtíð okkar og svo er það kannski ekki einu sinni
ef maður hefur skilið rétt að þá það ekki kannski einu sinni svo góður mælikvarði á sko hagfræðilega ekki til dæmis ef á að taka út einmitt hagsmuni almennings þriðji heimsins og bara alls konar þá ekki sem sagt hagvöxtur þá kannski ekkit besta heldur mælitæki. Nei, og það hérna núna fleiri og jafnvel hagfræðingar, sérstaklega vist hagfræðingar sem að þekkja það að við erum algjörlega háð náttúrunni sem að eru núna farnir að tala að nei, við getum ekki haldið áfram með þennan hagvöxt og sérstaklega ekki í ríkulöndunum eins og hjá okkur vegna þess að náttúran býður ekki upp á það. Nei. En þú sagði mér að þú værir í einhverju sjálfbærni ráði eða hvað? Já, það var eitthvað sem var sett af fyrir ríkisstjórn og ég þar fulltrúi fyrir landvernd og ég sitt í stjórn landverndar og það hefur ekki verið haldinn fundur í því ráði síðan í september í fyrra. Nei. Og þar eru náttúruverndarsamtök með mjög lítið vægi gífurlega margir sem sitt í þessu ráði sveitastjórnarfólk og alls konar iðnaðar samtök og geirar en bara ég held að einu náttúruverndarsamtökin sem eru þar með fulltrúa eru ungir umhverfisinnar og landvernd en það eru 50-60 náttúruverndarsamtök í kringum allt landið. Já. Þannig að við höfum allt og lítið vægi að mínum mati. Það sem auðvitað verið að safna upplýsingum líka sem að ætti að koma að notum við ákvarðanatöku. Já. En þarna er kannski verið svolítið að einblína á loftslagsmál í tengslum við hagvöxt, það ekki? Er ekki svona búið að slíta ýmis heildarsamhengi virðist það á spjalli hérna við það er gífilega mikil umræða hérna í þjóðfélaginu og líka hjá ríkisstjórnina að við þurfum að virka meira. Já, orkuskorturinn. Já, og orkuskorturinn sem að og þegar ég spyr og í hvað á að nota þessu orku þá fæ ég engin svör. Er það ekki bara svarið þá að það er bara til að auka hagvöxt líka einhvern veginn, til þess að auka neysluna bara? Ég setja annarkvæmt dal eða hæð á Íslandi undir hérna vindorkugarða sem er náttúrulega algjörlega galið. Nei, sko, ég satt í orkustefnunefnd fyrir ríkisstjórnina fyrir nokkrum árum og þar vildi ég tala eigum við ekki að setja einhverja stefnu með í hvað ég að nýta þessa orku. Það vildi enginn tala það. Nei. Ég reyndi að fá þessu umræði nokkru sinnum. Hún fór aldrei neitt lengra. Nei. Og við erum ennþá þar. Já. Við viljum virka meira en það vil enginn segja í hvað að nota þessu orku. Sem er náttúrulega bara og þannig að ef maður ætlar að bara fara eitthvað, bara búa til meiri orku af því bara það er náttúrulega algjörlega út í hatt. Og sérstaklega kannski að búa til orku en að nota svo orkuna kannski á einhvern óvistvænan máta. Já, í fleiri gagnaver hérna að grafa eftir rafmynd og svona, það er alveg gífulega mikið orku núna sem fer í það. Það er hérna mér munir að síðast að tala sem ég sá þetta var komið upp í 150 megavött sem að fer í gagnaver en nú er verið að loka hérna verksmiðjuna á Bakka þannig að þar fengum við 50 hérna, megavött upp í hendurnar þannig að er það orkuskortur núna? Já. Hvað ætlum við að gera við það orku? Já. Sumið tala nú gróðurhús og ylrækt og það og vitanlega ættum við að selja orkuna ódýrara til þeirra sem er að framleiða fæðu fyrir okkur sem við getum haft meiri svona fæðuöryggi, fæðu sjálfbærni. En þessi svona heildarmynd sko, það er hafið í kringum okkur, það er hérna þú nefndi líka einhverja stiklu þar sem einhver fær fisk á restaurant á borðið og spyr hvort hann sé sjálfbær, hvort að veiðarnar hafi verið sjálfbærir og allt svoleiðis og svo er það ekki spyr þjónnin? Jú, og svo spyr þjónnin, maður bjóða þeir meðlætið. Það var búin að samfæra að það væri með stimpul upp á sjálfbæra veiðar fyrir fiskinn sem hann væri að fá en bauð upp á meðlætið og hérna, kúnnin var ekki alveg viss hvað það væri og þá dregur hann í svona spotta og yfir mannin
matlist, allt sem kom upp með botnvörpunni sem vitti fiskin. Það voru kórallar og það var grjót og það var þanga og það var alls konar. Og plast vættalega líka. Já, byggilega líka plast, já. Ég var svo hissa því ég sá þetta. Já. En hvernig, þarna náttúrulega verið... En þetta náttúrulega algjörlega bara mjög vel framsett og þjónninn þarna var Stephen Fry, hérna, mjög flottur. Já. En hvað finnst þér svona sem þú hefur unnið við kennslu og uppfræðslu og rannsóknir allt þitt líf og hérna einmitt ég man eftir sláandi þegar þú ræddir það og kallaði til jarðfræðing til einmitt að segja hérna endurnýjanlegu orkuauðlindir Íslands sem eru alltaf seldar sem grænar og endurnýjanlegar þær einmitt, þær eru ekki endurnýjanlegar ef það er farið, ef það er of hratt virkaðar og of mikið í einu að þá bara hættar að vera endurnýjanlegar. Já, sko, þetta var í sambandi við jarðhitan. Þegar ég kem til Íslands í 2008, beint inn í hrunið, að þá var verið að tala um að jarðhitin væri endurnýjanlegur. Og hann er það en á mjög löngum tímaskala. Já. Þannig að ef við ofnýtum hann, þá getum við kælt niður þessi kerfi og þá bara töpuðum þeim út í höndunum á okkur. Svona samkvæmt Stefáni Arnórssyni að þá tekur það það ef við erum búin að nota kerfið í 30 ár, þá tekur það 300 ára að hita það aftur upp. Og það, hérna, ég held að Guðmundur Pálmarsson, hérna, sem er jarðeðlisfræðingur, hafi líka verið að segja þetta þegar ég var í námi. Þannig en bæði Bandaríkin og Evrópusambandi voru að tala um jarðhita sem endurnýjanlega orku. En núna hefur þetta verið eitthvað endurskoðað. Þannig að nú er talað um að það þurfi að fara varlega með jarðhitan. Tíminn okkar er búin, en mér langaði samt, ég veit ekki hvort það er þá efni aðeina þá til að mitt velta fyrir okkur hvað á jarðvísindafólk og fólk sem er, og þessir sérfræðingar sem að kannski stundum er verið að kalla til en allt of sjaldan líklega og ómarkvisst. Eða því að fara að búa til svona TikTok-stiklur eins og Stephen Fry til þess að vekja máls og ykkar rannsóknum. Já, ég held að við þurfum svona TikTok fyrir fiskin okkar. Og það verður þetta að setjast niður í hugmyndavinnu og búa til fleiri. Já, og þú ert að skrifa bók líka, þannig að þú ert ekki að baki dottin, ég reyna í þótt að sé upplýsing og óreiða. Ég er búin að vera í þessum sjálfbærni hugleiðingum í 25 ár og gengur nú ekki vel, en ég er ennþá að reyna að hafa áhrif. Já, og það þarf. Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita í jarðvísindadeild Háskóla Íslands og sérfræðingur í sjálfbærni. Hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu og segja okkur nýjustu fréttir, eiginlega svolítið ótíðindi af hafinu og bara heildarsamhengi. Já, og fólk verður að hugsa þessi mál. Og takk fyrir að bjóða mér. Takk, og ég vil þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessu spjalli. Þar sem augljóst er að við verðum að ræða málin meira hér. Ég þakka Pétur Fjellsteð fyrir að varpa spjallun yfir til ykkar og við förum í smá frímínútur og höldum áfram við Rauðaborðið eftir smá stund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.